ferðaþjónustunnar og samtök ferðaþjónustunnar kynna örþáttinn í stuttu máli. Ég heiti Bryndís Skarphéðinsdóttir og starfsmaður Hæfnisetursins og hjá mér í dag komin Katrín Kristjánsdóttir, sálfræðingur hjá Líf og Sál. Velkomin Katrín. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir að koma. Já, takk á móti mér. Þú hélst mjög áhugavert erindi á Menntamorgni sem var í október sem fjallaði ábyrgð stjórnandans í erfiðum samskiptum. Geturðu sagt mér frá lykilskilaboðum úr því erindi? Já, það náttúrulega þannig á vinnustöðum að ábyrgð stjórnandans gríðarleg. Það ótrúlega flókið að vera stjórnandi í dag og að því sögðu bera starfsmenn auðvitað ofboðslega mikla ábyrgð líka og það ber auðvitað hver og einn ábyrgð á sinni hegðun en það alltaf stjórnandinn sem leggur línurnar og sá sem þarf að stíga niður ef að það óæskileg hegðun og sá sem að setur líka ramman og býr til verkferla og passar að það sé farið eftir þeim. Já, og það kemur inn á forvarnir. Ég langaði svo að spyrja þig hvernig stjórnendur í ferðaþjónustu geta fyrirbyggt ofbeldi og áreitni og einelti og slíkt á vinnustað. Já, einmitt. Það ótrúlega mikilvæg þáttur í þessu og það náttúrulega, forvarnir skipta miklu máli og ég myndi segja að það skiptir svo miklu máli. Auðvitað skipta verkferlarnir máli. Það skiptir máli að það séu verkferlar og þeir séu góðir og skýrir en það skiptir líka rosa miklu máli að það séu allir upplýstir hverjir verkferlarnir og hvar hægt að nálgast þá og þessi í rauninni farið yfir það, þannig ég þurfi ekki sem starfsmaður að byrja á því að leita af þessum upplýsingum ef að ég upplifa að ég verði fyrir einelti eða áreitni á vinnustöðunum. Svo skiptir traust náttúrulega líka alveg ofboðslega miklu máli og þar koma samskipti inn í. Samskipti skipta ofboðslega miklu máli. Það ekki hægt að leggja nógu mikla áherslu á bara opin hreinskipti samskipti til þess að það sé verið að byggja upp traust og traust algjör grundvallar atriði til þess að manni líði vel í starfsumhverfinu. Já, svo það þessir þættir að bæði hafa stefnunar og innan fyrirtækisins en líka geta mynda öruggt rými til að segja frá. Algjörlega og það náttúrulega eins og í ferðaþjónustunni eins og mörgum öðrum vinnustöðum. Það svona þessi öryggisreglur sem að skipta ofboðslega miklu máli bara þegar maður að fara með fólk á fjöll eða svoleiðis og þannig að fólk þekkir yfirleitt það rosalega vel að fara eftir ákveðnum öryggisreglum en öryggi í raun og öryggisreglur skipta rosalega litlu máli ef það ríkir ekki traust í hópnum. Þannig að það algjör grundvöllur líka til þess að byggja góðan jarðveg fyrir því að svona eigi sér ekki stað í vinnuhópnum. Já. Hvað svona besta leiðin þá fyrir stjórnendurna að byggja traust? Sko ég myndi segja eins og ég nefndi þarna í fræðslunni minni að það náttúrulega svolítið viðljóðandi ferðaþjónustuna. Það oft svona þessi fjölskyldustemming eða svona vinahópsstemming og þá getur það getur verið flókið. Það getur verið flókið að setja mörk og mörkin getur bara verið hreinlega óljós. Þannig að það getur verið rosalega mikilvægt fyrir stjórnendur að vera sem sagt bara með það skýrt að svona hegðun og ákveðin hegðun ekki í líði hér. Við viljum geta að tala saman en við viljum geta borið virðingu fyrir hvort öðru og passað upp á hvort annað. Og svo náttúrulega ótrúlega mikilvægt líka að taka það fram að í þessum bransi eins og öðrum þá fólk ólíkt og upplifun fólks ólík. Þannig að það alltaf sá sem að í rauninni vill minnst eða þolir minnst, hann ræður. Þannig að ef ég upplifi að það sé eitthvað staðar farið yfir mörkin mín, þá það rosalega mikilvægt að stjórnandi taki því og hlusti á það og beri virðingu fyrir því og fari í málið. Stígi fast í jarðar og hlusti á alla aðila og reyni að vinna með málin. Já, það kemur kannski líka inn á það sem ég langaði að spyrja þig viðbrögðin ef að slíkt kemur upp.
Og þú byrja að tala aðeins um það, en Já. kannski getur þú fara aðeins dýpra í hvernig stjórnandinn getur brugðist við ef svona kemur upp. Já, og þá er náttúrulega rosalega mikilvægt að það séu til verkferlar, þannig að það sé vita hvernig bregðust við svona. Þannig að það sé ekki einhvern veginn verið að finna upp einhverja verkferla á staðnum þegar upp koma erfið mál. En svo er náttúrulega líka rosalega mikilvægt að fara eftir verkferlunum, að það sé öllum atvikum tekið sem alvarlegum atvikum í rauninni, að það sé hlustað á alla hlutaðeigenda og þá er rosalega mikilvægt auðvitað að það sé yfirleitt eins og tölum áðan mismunandi upplifanir, það er mikilvægt að það sé talað við alla aðila máls, þannig að það sé gætt líka jafnræðis, að það sé allir sem fá að tjá sig hlutina og það sé ekki dregið ályktun út frá einni útgáfu. En stjórnendur einmitt bera ábyrgð og þurfa að stíga fast í jarðar og gefa skýr fyrirmælum það að svona líðst ekki. Og auðvitað eru mismunandi hvernig það er gert, stundum er eitthvað viðurlög eða annað, en það er rosalega mikilvægt að það sé skýrt líka í verkferlunum. Hvernig höfum við þetta, hvað gerum við? Já, til að hafa leiðarvísir. Já, einmitt. Og svo er leiðtoginn svona að lýsa leiðina fram á við eins og komst inn á. Já, hann er með höfuðljósið og hinni fylgja. Já. Frábært að spjalla við þig, Katrín. Þetta var örþátturinn okkar og við þökkum þeir sem fylgdust með. Ég heiti Bryndís Skarphéðinsdóttir og þú getur farið inn á hæfni.is til að sjá efnu áreitni og ofbeldi og hvernig sé hægt að fyrirbyggja slíkt og bregðast við. Takk fyrir.